Og þá komið að fjórða liður dagskrá og vildir bara árétta að bókun á við alla liðina eftir hverjum einstaklega. Það er fjórði liður dagskrá, það er Glerárskóli deiliskipulag og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er tillaga deiliskipulagi fyrir lóð Glerárskóla sem var auglýst frá 14. ágúst til 25. september. Tillagan gerir meðal annars ráð fyrir að afmarkaður er byggingarréttur fyrir nýjan leikskóla með tengingu við suðurhlið núverandi íþróttahús. Þá er gert ráð fyrir breytingum á núverandi bílastæðum upp nýrra bílastæða á suðvesturhluta svæðisins með aðgengi við Drangshlíð. En með leyfi forseta ætla ég aðeins að lesa hérna upp úr drögunum að deiliskipulaginu, vinninni kringum það. En meginmarkmið þessa deiliskipulags er að gera ráð fyrir nýjum 7 deilda leikskóla á lóð Glerárskóla. Með það markmið í huga er einnig tekið á bættri aðkomu nemenda, starfsfólks og gesta að skóla og íþróttasvæðinu við Glerárskóla með nýjum stígum, bílastæðum, sleppisvæðum og almennri hönnun skólalóðarinnar allrar. Nýr leikskóli verður staðsettur á svæði vestast á skipulagssvæðinu sem bætt hefur verið við skólasvæði með aðalskipulagsbreytingu en svæði var áður opið óskilgreint svæði. En nýr leikskóli verður tengdur við suðausturhorn íþróttahússins. Staðarval leikskólasvæðisins, því það kom hérna aðeins gagnrýni í síðasta lið hjá bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni staðsetningar, val og annað. Þá er það alveg rétt að í umræðinni, og ég man nú eftir því að umræðinni horfðum við öll á austari hluta lóðarinnar. En eftir því sem að málið var skoðað frekar, þá komur rök fyrir því að það væri betra að færa þetta þarna hinum megin við skólann. En svæði sem er afmarkað, skipulagssvæði, afmarkast á suðurbrún Höfðahlíðar að sunnan, Drangshlíð í miðju götu og íþróttasvæði Þórs að norðan og lóðum Klöppnahlíð að austan. Staðarvalið í forhönnunarfasa leikskólans var gerð greining á mögulegum staðsetningum leikskóla innan svæðisins í minnisblaði sem kom frá hönnunaraðilunum, sem kynnt var í verkefnahópi umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrar í undirbúningsvinnu fyrir leikskólabyggingu. Í minnisblaðinu og í umræðum verkefnahópsins var tekið tillit til meðal annars aðkomu, samspils við grunnskóla, leiksvæða leikskóla og grunnskóla, aðkomu að öðrum mannvirkjum á lóðinni og raski á byggingatíma. Strax frá byrjun var ljóst að ekki var mögulegt að staðsetja skólann norðan við núverandi byggingar á svæðinu og því stóð staðarvalsgreiningin á milli byggingarrétts á austurhluta skólasvæðis og vesturhluta skólasvæðis. Niðurstöður greininganna voru þær að ókostir við staðsetningu við austurhlið grunnskólans væru þær margir að ekki væri hægt að fara þá leið. En helstu ókostir við austursvæðið eru mikið inngrip í núverandi leiksvæði grunnskólans, sem að grunnskólinn taldi mjög mikilvægt og er dýrmætasta svæðið á skólalóðinni að þeirra mati. Mikið inngrip í starfsemi grunnskólans á byggingatímanum, erfiðari tenging við núverandi álmur A og B vegna gólfhæðar, skuggavarp yfir leiksvæði og A-B álmur á aðalskólatíma og möguleg óánægja íbúa austan skólasvæðis vegna nálægðar við byggingu og skuggavarp og fleira. Helstu kostur við staðsetninguna á vestursvæðinu eru lágmarksinngrip á núverandi skólasvæði, lágmarksinngrip á starfsemi grunnskólans á byggingatíma, aðkoma að leikskóla frá fleiri hliðum er möguleg, tenging við núverandi byggingar eru auðveldari og aðgreining leiksvæða grunnskóla og leikskóla eru auðveldari. Einnig kemur fram hérna í aðalskipulaginu okkar að meginforsendur samgöngumannvirkja innan skipulagssvæðis taki mið af áherslum aðalskipulagsins þar sem lögð er fram stefna vistvænar áherslur í umferðarmálum með aukin áherslu á göng- og hjólreiðastíga og almenningssamgöngur. Og var það gert í þessu tilviki að þar var nemendurnir og börnin sett í fyrsta forgang og undan bílnum, meðvitað. En Höfðahlíðin er tryggt 3 stöðum til að ná niður ökuhraða og gera framúrakstur erfiðari. Þá verður útbúið sleppisvæði við aðalbílastæði grunnskólans og þannig dregið verulega úr umferð inn að leiksvæði skólans. Göngustígar eru meðfram báðum hliðum Höfðahlíðar og meðfram Drangshlíð vestanverðri eins og verið hefur. Innan skipulagssvæðisins eru nú 9 göng- og hjólastígar sem tengjast þessum stígum. Bílastæði á skipulagssvæðinu til upplýsinga er á 2 stöðum, annars vegar við suðurhlið grunnskólans með aðkomu frá Höfðahlíð en hins vegar við Drangshlíð. Fjöldi bílastæði við Höfðahlíð eru 34 og þar af 1 fyrir hreyfihamlaða. Bílastæði við Drangshlíð eru 56 og þar af 5 stæði fyrir hreyfihamlaða.
Heildarfjöldi bílastæða á lóðinni því 92, þar af 8 fyrir hreyfihamlaða. En eftir að hafa borið saman við sambærilega skólamannvirki og fjölda bílastæða þar, þá það nokkuð með í krafti. En það í rauninni ekki meira, en skipulagsstofa leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og einnig tillagan að svörum við athugasemdir sem bárust. Og svona rétt til þess að renna yfir athugasemdirnar, af því við þurfum að samþykkja þær, þá var það kom frá Norðurorku að þyrfti að gera samkomulag um skiptingu kostnaðar vegna færslu hitaveitu og það verður unnið í samræmi við verklag um færslu ragna. Íþróttafélagið Þór gerir athugasemdir skipulagið að það hafi hamlandi áhrif á starfsemi félagsins og bara sama svar og áðan varðandi aðskipulagið. Minjastofnun, gamalt þjóðvegur liggur deiliskipulagssvæðið og það lagt til í greinargerð skipulagsins að það verði sett inn ákvæði mælst verði til þess að efni gamla veginu verði nýtt eins mikið og kostur er. Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að bílastæði raski umhverfinu sem minnst þar sem svæðið í dag tiltölulega raskað og umhverfis útivistar. En eitt af markmiðum með afmörkun bílastæðisins var að reyna að skerða umhverfis lítið og mögulegt er og forðast að fara á klappir sem eru á svæðinu. Síðan kemur athugasemdum að það verði gerð grein fyrir hvað áhrif breytinga á samgöngum geta haft á notkun bílastæða og þörf fyrir hjól- og vagnageymslur. En það stefnu Akureyrarbæjar eins og kom fram að hafa aðra samgöngur en einkabíl. Það verði raunverulegur valkostur fyrir íbúa. En já, skipulagsstofnun leggur til við að við samþykkjum þessi svör og tillagan verði samþykkt með minniháttar breytingum til að koma til móts við umkomnar athugasemdir. Og sviðsstjóra skipulagssviðs verður falið annað skyldistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 í síðari breytingu. Takk. Og bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson í loki málsins, næst er mál bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti og bæjarfulltrúa, þessi upptalning bæjarfulltrúi Ingibjörgar segir mér það hafa aldrei verið skoðaður sá kostur að reisa þessa byggingu sunnan við A-hólfinu í stað þess að fara inn á lóð Glerárskóla á Austari. Og mér þykir það bara miður. Ég benti á þetta á fundi í umhverfis- og öryggisráði og spurði að því búið að gera kostnaðargreiningu á því hvort að þessi bygging sem ætlunin að reisa núna sé ekki bara töluvert mikið dýrari miðað við þann grunn sem þar er. Ég heldur að reisa til þeim sunnan við Glerárskóla. Slíkar upplýsingar hafa aldrei komið fram. Því miður. Og ég þetta bara staðfestir raun og veru það sem ég var að segja á það. Undirbúningurinn í þessi líka, hann bara ekki góður og það að samlegin séu öll farin út af borðinu með þessum tveimur stofnunum finnst mér bara sorglegt að horfa. Takk. Og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason í loki málsins og orðið laust. Næst er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði bara að spyrja að því nú höfum við oft rætt öryggi barna og leið í og úr skóla og okkur held í flestum hér inni mjög umhugað að þau atriði sé í lagi. Þannig að mig langaði að spyrja staðsetningu sleppistaða. Því ég get ekki betur síðan að börnin þurfa að lappa fyrir inn- eða útkeyrslu bílastæðisins ef að þau eru sett út á sleppistaði. Þegar ég bara velta fyrir mig hvort það hefur verið skoðað svo möguleiki að hafa sleppistaðið ekki þannig að börnin þurfi að fara þar yfir. Af því þannig allan að tækifæri ef við erum að borða að fara að breyta, að huga þá vel að öllu öryggi. Af því að annars við höfum þurft að breyta eftir á hjá nokkrum skólum bæjarins, þannig að það var betra að huga því strax. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir í loki málsins og orðið laust. Næst er mál bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nokkuð svo rétt að koma hérna upp og bregðast við fyrirspurn bæjarfulltrúa Evu Hrundar. En það voru fengnir til aðilar hér hjá Akureyrarbæ sem að sér hafa sýnt því að skilgreina hvernig umferðin sé best og umferðin öryggi sé best háttað. Og þeir eru búin að vera að rýna þetta er þeirra tillaga. Ég get ekki svarað það hvort eitthvað annað hafi verið skoðað frekar en hitt, en ég veit að þetta var rýnt út frá þeim tillögum sem hafa verið meðal annars verið ræddar í öðrum grunnskólum og sleppt frá. Takk.
Þá bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið málsinu, orðalaust. Næstfundi máls bæjarfulltrúi Guðmundur Patrik Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var að byrja á því að þakka bæjarfulltrúi Ingibjörgu fyrir að fara í þessa greiðir á þessum valkostum, það var að segja að annars vegar Austavýri eða hins vegar Vestmannaeyjar á lóðinni, Vestamýri-lóðinni. Ég var ákveð hirt í rauninni þessa tillögum Sunnmeyjar, ég veit ekki hvort hún rúmast innan þess, sem hún aldrei verið rædd þess vegna. En hins vegar vildi ég bara koma upp til þess í rauninni að árétta það að mikilvægt við bara samþykkja við þetta deiliskipulag, að það verið haft samband við Þór og Íþróttafélag Þór og rædda þessar hugmyndir sem þeir lögðu fram, að við sýnum þeim það að þeirra plön sem voru til marga 20 ára voru mjög metnaðarfullar og ég finnst sjálfsagt að menn ræði þá og hafi það í huga í framhaldinu að það þurfi að vinna það með þeim. Ég bara árétta það að það. Og bæjarfulltrúi Guðmundur Patrik Guðmundsson lokið málsinu, orðalaust. Sem fleiri hafa ekki fæst í ljós þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Það eru 7 á móti, enginn, 3 sitja hjá.